Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, þá komið að því að reyna að skilja það sem að gerast vestanhafs. Við höfum fjallað Trump-tímann með svona ólíkum hætti og eitt sem við erum að reyna að gera að reyna að skilja svona þær kristnu hugmyndir sem að eru hluti af makarhreyfingunni og svolítið hluti af þeirri svona stefnu og áherslum sem að má heyra frá ríkisstjórn Trump, þótt hún sé kannski ekki svona alveg allir á sömu línu, að þá sækja margir í sömu rætur svona hugmynda bandarískar kirkju og hingað kominn Bjarni Randur Sigurvinsson sem trúarbragða og guðfræðingur og hefur að reyna að hjálpa okkur í því að reyna að skilja þetta, af því að ég held þetta skiptir máli að okkur sé að einhver leyti svona tamar þær svona hugmyndir sem að liggja þarna baki, vegna þess að við sjáum birtingamyndir þeirra oft í þessu. Við getum tekið sem dæmi af hvernig til dæmis George Bush yngri talaði herleiðingarnar í Írak og í nágrannabyggðum. Hljómaði bara eins og krossferðar riddari að tala heilagt stríð okkar til þess að ná einhverju tilteknu fram. En það er þessi svona hugmynd sem að tengist kannski honum, en maður heyrir það líka hjá ýmsum sem í kringum Trump. Það eins og við séum að lifa og efsti dagur sé bara handa við hornið. Ég finn að við eigum að vinna að því að ná honum fram, að það er það sem að Guð vill að við gerum, til þess að hér verði endurkoma Krists, eða hér rísi 1000 ára ríkið, eða getur við fyrir mig að fara í svona landafræði að rata hennan heim. Hvað er 1000 ára ríkið til dæmis? 1000 ára ríkið kemur við sögu í Opinberun Jóhannesar sem síðasta bókin í ritsafni Biblíunnar eins og við höfum hann í dag hér á landi. Og Opinberun Jóhannesar eins og nafni gefur til kynna opinberun rit þar sem heimsagan sett fram með táknrænum hætti og tala hennar hinstu tíma og hvað framundan. Og kristnir menn hafa tekist á bæði vægi þessa rit innan kristindómsins. Það var hnakkrifst það fyrstu aldirnar hvort að Opinberun Jóhannesar ætti heima í ritsafni Biblíunnar og líka hefur verið deilt það hvernig ber að túlka þetta. Varðandi 1000 ára ríki þá það hugtak sem skiptir töluverðu máli í bandarísku trúarlífi, í kristnu samhengi í Bandaríkjunum alveg sérstaklega. Og það eru ýmsar útfærslur af þessu og baklandi hjá Trump hefur mismunandi sýn á þessa hluti. En þó má segja að ákveðin viðhorf hafa meira vægi en önnur í meðal þeirra sem styðja Trump. Og flestir sammála að við séum í einhver svona sögulegum tíma að ganga í gegnum einhver þrep sem að Biblían og sérstaklega Lófabrókið getur okkur leiðbeining það hverju eru. Það stór hluti, ekki allir, en stór hluti kristinna stuðningsmanna Trumps að líta svo á, já. Það má segja að í blábyrjun kristindómsins þegar hann mótast á fyrstu öld og aðeins fram á aðra öld að það má finna viðhorf sem hægt að til þessi í ritsafni Nýja testamentis sem hægt að túlka þannig að einhverjir hafi vænst þá og þegar endurkomu Jesú Krists og að það myndi hafa sem sagt för með sér algjöra byltingu í heiminum. En þegar líður á aðra öld þá verða þessi sjónarmið undir. Þá 1000 ára ríkið í vaxandi mæli túlkað fyrst og fremst sem táknrænt og þannig það í gegnum kirkjusöguna í
mörgum, ekki öllum, en mörgum að helstu kirkjudeildunum. Það er að segja rétttrúnaði kirkjurnar, rómversk-kaþólska kirkjan og hluti mótmælenda. Ekki allir mótmælenda, hluti mótmælenda, lúterski til dæmis. Hvað er táknrænt þúsundaríki? Það felur í sér að það er ekki verið að bíða eftir að einhverju formlegu þúsundaríki í framtíðinni. Heldur við lítið svo á að kirkjusagan sé þúsundaríkið. Kristindómurinn er þúsundaríkið frá því að hann er stoppsettur með Jesú Kristi og postulunum. Og í þessum kirkjudeildum er algengt að opinberun Jóhannesar sé túlkuð á þá vegu að hún endurspegli fyrst og fremst félagssögulegt samhengi þess tíma þegar ritið er skrifað og endurspegli sem sagt ofsóknirnar gegn kristnum í Rómaveldi þannig undir lok fyrstu aldar og síðan er líka algengt að þó svo að efnislega sé ritið staðsett í ofsóknunum þarna í lok fyrstu aldar að þá er algengt að textin sé heimfærður á hvaða tíma sem er þannig að hann getur átt sér samsvaranir ýmislegt í opinberun Jóhannesar getur átt sér samsvaranir á hvaða tíma sem er til dæmis Lúther kallaði páfann Antikrist og þá var hann í rauninni að tala páfaembætti sem slíkt og allir mögulegir geta verið antikristar þeir sem eru einhverja áhrifaaðilar leiðtogar sem eru skilgreindir sem í andstöðu við grunngildi kristindómsins geta verið kallaðir sem antikristar þannig að sko antikristar hugtakið er í rauninni ekki í Nýja testamentinu heldur talað í Jóhannesarbréfunum andkrista en það er ákveðin textar í opinberun Jóhannesar sem hafa verið túlkaðar á þá vegu að þeir vísi til persónu sem hægt er að skilgreina sem antikrist. Sem hefur álíka sess í mannheimum eins og Jesú hefur öðlast en gerir allt þveröfugt. Já, er í rauninni í andstöðu við allt það sem Jesús stendur fyrir. Og ef ég má koma með smá útúrdúr varðandi menningarsöguna og kvikmyndir til dæmis það er mjög forvitnilegt að skoða heimsleita kvikmyndir ýmsum toga það er endurspegla oft hennar mismunandi túlkanir á endatímunum meðal kristinna manna á ritningartekstunum og forvitnileg dæmi bíómyndir sem sagt falla inn í þessa túlkunarhefð sem er að vísa þarna í lútersku, rómversk-kaþólsku samhengi og svo framvegis á þúsundaríkinu, opinberun Jóhannesar þá er sem sagt þær kvikmyndir þær gerast yfirleitt í fortíðinni og nota táknfræði opinberunar eða jável bara kvikmynda opinberun Jóhannesar í viðkomandi sögulegu samhengi. Dæmi þetta er Sjöunda innsigli eftir Ingmar Bergman sem gerst á miðöldum en er að veruleyti innblásin að táknfræði opinberun Jóhannesar. Annað dæmi er Western Pale Rider með Clint Eastwood sem hann leikstýrði jafnframt. Bara titillinn er sóttur í opinberun Jóhannesar. Þetta er reiðmaðurinn á bleikum hesti og hérna á plakatinu fylgir með hérna línan og helfylgdunum sömuleiðis beintilvitnun og allt myndmáli út í gegnum myndina er bara opinberun Jóhannesar færð inn í vestraformið og síðan getum við þetta er í mótmælendahefðinni síðan er líka fjölmörg dæmi í rómversk-kaþólskum kvikmyndagerðarmönnum þar sem þeir heimfæra opinberunna bókina í fyrri styrjaldi, fyrir heimstyrjöldina, síðar heimstyrjöldina eða í til dæmis Villta vestrið.
Spaghetti Western For the Apocalypse eftir Lucio Fulci dæmi það. En þetta eitt viðhorf sem megin viðhorfið og það hluti baklands Trumps mótað þessu viðhorfi. Ég myndi ekki segja stór hluti. Þá ekki þessu viðhorfi, það sem þú ert að lýsa í svona listir og fleira, það sem verið að nota raunverulega bara tón og tilfinningu sem í opinberubókinni til þess að lýsa einhverju svona ástandi mannsandans eða jafnvel mannssamfélagsins, en ekki sem svona þetta ekki tímabil sem er framundan. Þetta gerist alls mann í fortíðinni í þessum dæmum sem við nefnum, nákvæmlega. En við erum að sigla inn í einhverja svona tíma að mati margra sem í kringum Trump. Já. Ég sagði held ég síðast þegar ég kom til þín að sko bakland Trumps fjölbreytt í trúarefnum. Það ekki bara kristnir, það líka íhaldssamir gyðingar þarna, það jafnvel hindúar þarna í nánasta baklandi Trumps og evangelistarnir hafa þungavægtavægi sem í rauninni fjölbreytt flóra vakninga kristindómsinna innan hennar ýmsu kirkna mótmælandas með rætur í píetismanum með smá sambland af púritismanna og síðan rómversk kaþólskir og þá fyrst og fremst myndi ég segja virkilega íhaldsamir rómversk-kaþólskir. Rómversk-kaþólskir vel yfir milljarður og gríðarleg fjölbreytni innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar stefnum og áherslum, en það ákveðnir hópar innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar sem myndi teljast mjög íhaldsamir. Og þeir náttúrulega eru í rómversk-kaþólskri trúarhefð og líta svo á rómversk-kaþólska kirkjan hin eina sanna kirkja og hún í rauninni þúsundararíkið. Þannig að það sem þeir eru að beita sig fyrir í baklandi Trumps að koma á kristnu, siðrænu samfélagi sem byggir á þessum grunngildum sem rómversk-kaþólska kirkjan stendur fyrir. Dæmi aðila sem standa nærri Trump af þeim toga, til dæmis varaforsetinn J.D. Vance sem á bakgrunn í evangelismanum en konvertaði. Það eru fleiri slík dæmi og meiri sér Charlie Kirk sem við stundum nefnt og að myrtu nýverið að hann var gallharður evangelisti en hann var undir það síðasta að færa sig yfir í þennan íhaldssama anga rómversk-kaþólsku kirkjunnar, merkilegt nokk. Og en þú ætlar að spyrja. Já, það svona hugmyndina að þú varst að tala endurkomu Krists og þá það kannski hugmyndin svo að hann komi aftur og hann muni redda þessu. En þarna eru hugmyndir það að okkur beri að laga jörðina svo að hún sé hæf til endurkomunar eða eitthvað. Já, sko, í þessu tilfelli rómversk-kaþólska kirkjan í rauninni þúsundararíki. Það bara kristindómurinn sem slíkur. Og við erum að halda honum í lagi, við erum ekki láta antikrista spilla honum. En svo ég snúi mér aftur að bíómyndum, sko, að rómversk-kaþólskar heimsendamyndir sem snúum komu antikrist, það snúast yfirleitt það að það þurfi að leggja antikrist á velli, að það þarf að koma í veg fyrir fæðingu, Arnold Schwarzenegger til dæmis í að reyna allt hvað hann getur í The Sixth Day að koma í veg fyrir að antikristur komist til áhrifa. Þetta innan rómversk-kaþólsku guðfræðinnar. En síðan annað viðhorf sem við farin aðeins að snerta núna, annað túlkunarkerfi á þúsundararíkinu og það sem kallast postmillennialismi á ensku. Það að segja að endurkoma Jesú Krists á sér stað eftir tilkomu þúsundararíkisins. Það hlutverk okkar þá
að stoppsetja þúsundáraríkið. Það ekki litið svo á að þúsundáraríkið sé endilega komið. Það má segja kannski að það að myndast, frækornin eru til staðar og við þurfum að vökva þau og við þurfum að beita okkur í ekki bara á andlega sviði heldur á öllum sviðum mannlegs samfélags, meðal ekki síst hinu pólitíska, að koma á hinu fullkomna framtíðaríki sem byggir á vilja Guðs eins og hann endurspeglast í Biblíunni. Og þessa túlkunarhefð á þúsundáraríkinu hefur einkennt til dæmis púritanana, í rauninni Calvin sjálfur, upphafsmaður kalvínismans, hann var strangt tiltekið amillennialisti. Hann leit á þetta sem tákrænt. Í siðbreytingunni þá var tekist á þessa hluti, það voru ákveðna aðilar sem vildu koma á þúsundáraríkinu, vissir hópar anabaptista, ekki allir, en þeir sem voru að berjast voru byltingasinnaðir og vildu koma á hennu fullkomna samfélagi, þeir höfðu tilhneigingu til þess að fara í þessa átt. Og fyrir vikið í einna af 5 trúarjátningum lútersku kirkjunar þá merkilegt nokk allar 1000 ára ríkiskenningar fordæmdar. Það er trúaratriði innan lúterskra kirkna eins og þjóðkirkjunni að vísa bug öllum 1000 ára ríkiskenningum einhvað ríki sem verður stoppsett í framtíðinni. Og Calvin var á svipuðu róli en eftir hans daga þegar að púritismin kemur sem ákveðin svona vakningarhreyfing innan kalvínismans að þá koma fram sjónarmið mikilvægi þess að stoppsetja hið fullkomna ríki sem í rauninni 1000 ára ríki stendur fyrir. Það má segja að það sem Calvin að gera í Sviss á sínum tíma þegar hann kemur á guðræði þar sé í rauninni grunnurinn af þessum hugmyndum. Og í Bandaríkjunum þegar púritanarnir flýja ofsóknir frá Englandi á 16. öld og fram á 17. öld til Norður-Ameríku, ekki síst til þess sem verður Nýja England, að þá eru þeir ýmsir hverjir að stofna kristin ríki á forsendum guðræðis. Það að segja, þetta eru strangkalvínískir trúarhópar sem eru með alveg bara ríkið og kirkjan samofið og lögin eru grundvölluð á algjörlega biblíutekstum. Og þetta það sem margir í kringum Trump að vísa í dag þegar þeir segja að Bandaríkin grunnurinn að þeim sé kristin og þeir þurfa að endurheimta þetta aftur. Þeir vilja endurreisa þetta fyrirkomulag. Þessi verkefni okkar að byggja hér upp kristið samfélag, byggt á orðum biblíunar. Já, og það ákveðin og það bara raunverulegi þráður bandarísku sögu sá þráður, myndi þetta fólk segja. Já. Innan evangelismans í Bandaríkjunum þá hefur ákveðið viðhorf sem var í raun og mörgu til jaðarviðhorf innan evangelismans sótt í sig veðrið á síðari árum, alveg sérstaklega á þessari öld, frá fyrsta áratug þessara aldar og hefur fengið alveg þungaveiktastöðu í kringum Trump. Það eru evangelistar sem aðhyllast
þetta viðhorf að það sé okkar hlutverk að koma á 1000 ára ríkinu og við eigum að gera með skipulögðum hætti með því að sölsa undir okkur öll svið samfélagsins. Þeir tala fjöllin 7 í þessu sambandi. Það að segja pólitíkina, listir, menntun, heilbrigðiskerfið, þannig koll að kolli. Málskerfið, stjórnsýsluna. Já, bara allt. Og umbreyta því algjörlega á kristnum forsendum. Það bara að skipta út því fólki sem ekki að standa sig á kristnum forsendum og setja aðra inn nýja í staðinn til þess að... Og einhver svona hugmyndum að við höfum mist þessi fjöll eða þessa tinda og þar vendi getum við ekki reist upp í 1000 ára ríkið af því það skortir undirstöðunar. Við höfum mist þar í hendunar á einhver svona antikrist viðhorfum. Óvinirnir hafa verið ýmsir hverjir sem hafa verið tilgreindir í þessu sambandi. Fram eftir 20. öldin var fókusinn rosalega mikið á kommunista og í rauninni undir merkjum kommunisma nánast öll vinstri hyggja. Sá tíminn náttúrulega kom aftur, það eiginlega Trump komin í stríð við allt sem vinstra megin og á sér alls konar birtingamyndir inn í háskólunum en líka í stuðningi við trans og alls konar hluti sem svona bara, þetta eru birtingamyndir af hinnu illa sem hafa tekið yfir grunnkerfi samfélagsins okkar. Já, eftir að kommunista mistu völdin þá hefur fókusinn eiginlega færst dálítið mikið á veraldarhyggju sinna siðræna húmanista í þessu samhengi, þeir verða óvinurinn Libbarnir en nota hérna á íslenska Facebook Libbarnir eru búin að taka þetta allt yfir og síðan líka múslimar það sem ég ætlaði að skjóta í áðan að þú veist að telja upp að það verður ekki bara mótmælendur í kringum Trump, þetta er líka kaþólskir og hindúar og íhaldsamir gyðingar. Allir þessar hópar hafa andstæðing sem eru múslimar. Já. Hindúar og múslimar berjast í Indlandi og þetta hluti af skýringuna af hverju þeir ná að sameinast þarna undir merkjum Trumps. Þetta eru bara þeir sem líta svo á þá líklega í þessu samhengi að uppgangur múslima sé hluti af því sem verið að halda aftur af uppbyggingu ríkis Guðs og jörðu. Já. Síðan líka fleiri þættir sem spila þarna inn í sem sameinar eins og síonismin, kristni síonismin, svona samtvinnast gyðinglegum síonisma. En það alveg sérstaklega reyndar í 3. túlkunarmódelinu á 1000 ára ríkinu. Við erum búin að tala amillennialisman, það ekkert bókstaflegt 1000 ára ríki framundan, þetta bara tákrænt eða kirkjusagan. Það postmillennialismi sem snýst það að það hlutverk okkar að koma á fót 1000 ára ríkinu og hættan svo ýmsir myndi segja að það sé sjálfgefið að slíkur kristindómur taki á sig fasíska myndir og að má líka færa rök fyrir því að guðræði sem við tala og getur aldrei orðið annað en túlkanir að það ekkert annað en mannræði þegar betur að gáð á fasískum forsendum. Við sjáum svolítið merkjum þetta og líka það sem verið að skilgreina andstæðinga sem eiginlega þá sem að vinna gegn Guði og öllu því sem réttir í samfélaginu og þá náttúrulega afmennskar fólk og getur svipt á frelsinu og málfrelsinu og réttinu til þess að mótmæla eða andmæla og endanum eftir þá að fjötra það og svo áttu bara með að drepa þá í endan. Má geta þess til dæmis að hvíta kynþáttahyggjan sem þú spurðir aðeins út úr í fyrsta þættinu sem ég mætti að maður rétt að hún alveg sérstaklega hefur vægi í
þessu túlkunarmódeli innan evangelismans og nota bene, þetta enga síður jaðarviðhorf þarna en þau fá vægi í kringum Trump. Það myndum að ég taka að þið verðum svolítið við erum að tala saman að við trúum að því að það að skilja þessi svona grunnhugtök og hvernig þau hafa verið í gennum tíðina hjálpa okkur að skilja nútímann. Eitt til dæmis ákafi margra í kringu Trump gegn jákvæðri mismunun sem átti að hjálpa þeim sem að tilheyra einhverjum hópum sem að haldið hafi verið niðri til þess að fá viðlíka sess og hvítir í Bandaríkjunum eins og svartir eða konur og eitthvað fleira. Ákafi þeirra til þess að tala þetta niður að sumuleyti tengt þessu að þetta merki þess að það verið að eyðileggja samfélagið með því að hleypa hinum óverðu að. Já. Algjörlega. Og þess vegna þessi hiti í kringum þetta, stundum kemur að manni óvart. En það ekki bundið við þetta túlkunar viðhorfum postmillennialisman. Það getur komið við sögu líka í þriðja túlkunarmódelinu. Það eru margar útfærslur á þriðja túlkunarmódelinu en það snýst það að framundan sé ákveðið þrengingatímabil sem muni leiða af sér þúsundaráríki, bókstaflegt þúsundaráríki. Hvernig það túlkað fer eftir kirkjudeildum eða kristnum trúarhópum en ég varði dágóðu púðri í að ræða þarna í fyrsta þættin sem mætti til þín það sem kallast premillennial dispensationalism á ensku sem kannski eitt útbreiddasta viðhorfið meðal bandaríska evangelista í þessum efnum. Það mótast á 19. öldinni og í Englandi hjá fyrrverandi anglíkanskum presti. Anglíkanska prestar eru þeir sem eru prestar í ensku kirkjunni. Hann les þarna gömul rómversk-kaþólsk jesúítarit sem voru í uppgjöri við siðbreytinguna á sínum tíma og sækir þar ýmsar hugmyndir túlkanir og opinberun Jóhannesar sem hann framreiðir í algjörlega nýtt kerfi. Það að segja, hann lítur svo á, þetta er dálítið mikilvægt, hann lítur svo á að heimssögunni sé skipt í 7 tímabil og það sem Guð með stigvaxandi hætti miðlar náð sinni. Þarna meðal annars að svara þeirri spurningu hvað þá sem voru uppi fyrir fæðingu Jesú Krists. Munu þeir bara sjálfkrafa glatast vegna þess að þeir mista á lestinni? Nei, vegna þess að Guð hefur útlutað mannkyninu ákveðin tímabil þar sem hann mætir því með mismunandi hætti, þar sem hann opinberar með stigvaxandi hætti náð sína en hjálpaði samt alltaf grundvallað á Jesú Kristi sjálfum sem fær síðan fyllingu í komu hans. Nú Þannig að þeir sem voru til fyrir þann tíma máttu geta lesið einhver skilaboð Guðs út úr svona treysta fyrirheiti Guðs. En sem sagt, tímabili sem núna tímabil kristindómsins sem 7. tímabilið. 7. tímabilið þúsundaráríkið. Og það semst verið að bíða eftir því að Jesús Kristur komi aftur og komi á fót bókstaflu þúsundaráríki.
En áður en til þess kemur, þá þarf þessu tímabili sem við erum upp á núna að ljúka, 7. tímabilinu. Og þá kemur smá vandamál. 5. tímabilinu er ekki lokið. Þar eru eftir nokkur ár sem klárust ekki vegna þess að Jesús Kristur var krossfestur það snemma. Og það er algengt sjónarmið að það sé litið svo á að það sé 7 ár sem vanti þar upp á, sem þýðir að þegar að þessu 7. tímabili lýkur, þá muni Jesús Kristur koma ósýnilega og hrífa upp til himna alla þá sem eru sanntrúaðir kristnir og aðrir verða skildir eftir nafnkristnir og þeir sem tilheyra öðrum trúarbrögðum. Nafnkristnir er það svo sem að játar kristni með munnunum en ekki hjartanum? Er ekki með kristindómin alveg nægilega á hreinu í þessum efnum. Meðal hans ekki þessar kenningar. Eins og lúterskir að stórum hluta og rómversk-kaþólskir og aðrir slíkir. Þeir verða skildir eftir mjög líklega. Hver krafa hvar mörkin sett í þessum efnum svo til komið undir því hver boðar þessa hugmyndafræði hverju sinni. Það menna að rekna á tjöldan, er þetta ekki 124.000? Þú ert að vísi 144.000. Nei, ekki í þessu túlkunar möguleiki. Þetta mótili. En sem sagt, þegar Jesús Kristur hrífur burt alla og skilur hinn eftir, til fullt af bíómyndir sem búið að gera þetta, getur séð einhvað svo Omega til dæmis, en sjónvarpsstöðinni, en sem sagt þá tekum við tímabil sem er gjarnan sagt 7 ára langt, það sem Antikristur nær völdum í heiminum. Hann getur vera farin að starfa fyrir burthrifninguna reyndar, en það verður alveg ljóst hver hann er eftir burthrifninguna. Það er einhver áhrifaaðili gjarnan sagt í bókmenntum af þessum toga, það sem verður ritskýra opinberun Jóhannes á þennan hátt, einhver stór leiðtogi sem er í rauninni fullkomlega andstæður öllum grundgildum Jesú Krists, en kemur samt undir merkjum hans og er að boða frið og afvegaleiðir jafnvel fjölmarga kristna á þeim forsendum að hann sé að koma á frið út kvippin og kvappin. Þú veit að fara að hljóma eins og þetta lýsa Donald Trump? Já, mér finnst þetta kaltæðnislegt. Ég lít alls ekki svo á að það sé spáð fyrir Trump í opinberun Jóhannesar, en hér kaltæðnislega er að hann minni mig stundum á Antikrist eins og hann birtist í bókmenntum hjá Hallinsey eða öðrum slíku sem skrifa. Má ég slá það eina, því það er mynd sem að margir muna, það sem að hann er í Oval Office við skrifborðið sem held að Elisabeth Victoria drottning gaf þeim. Já. Og hann hallar sér svona fram og kringum hann hafa safnast trúarleiðtogar og sömuleyti frá alls konar svona þeim ungum trúarinnar sem þú ert búin að, kirkjuna sem þú ert búin að vera að lýsa. Og allir vilja leggja hönd á hann og blessa hann. Já. Hvað segir þessi mynd í þessu samhengi sem við erum að tala núna? Hvað á hann að, þetta er náttúrulega bara leikhús. Hver er skilaboð þessar myndar? Eitt atriði það, þetta sýnir bara hversu náin tengsl trúar og trúarstofnana og bandaríska ríkisins er mikið í dag í Bandaríkjunum. Þeir vilja segja það að nú erum við að endurreisa hér ríki sem er reist á trú. Já. Og við erum með leiðtoga til þess að gera það. Já, þeir eru í senn að blessa Trump fyrir það hlutverk og þeir hafa svo sem gert þetta við aðra forseta áður, við Bush yngri og svoleiðis og Billy Graham var oft sem er reyndar rosalega mikið þó hann hafi verið langþekktasta andlit evangelismans, þá var hann tölvöld mikið á skjön við þessi sjónarmið sem eru í dag ráðandi í kringum Trump. En svo fórst svolítið í síðasta þætti? Já, en hann náttúrulega alveg frá sóttist eftir nánum tengslum við
forseta Bandaríkjanna frá Truman og áfram og náðu þeirri stöðu, alveg sérstaklega með Eisenhower og áfram, að vera skilgreindur sem bara prestur eða safnaðar hirðir forseta Bandaríkjanna, þannig að hann var nánasti ráðgjafið þeim þeirra í öllum tilfellum, var á bænastund með þeim og svo framvegis. Þetta í sjálfu sér ekki nýtt, en það sem hefur vægi í þessu sambandi það að margir af þessum kristin trúarleiðtogum sem að koma þarna að stórun hluta premillennialistar, líka einhverju liti postmillennialistar, að þeir eru þarna að markvisst að lýsa við stuðningi við Trump og þeir eru að biðja fyrir honum á þeim forsendum að hann sem smurður útvaldur leiðtogi af Guði, útvalina Guði, nái öllu því fram sem Guð ætlist til af honum. Og það ekki síst að allt samfélagið, allt bandarískt samfélag verði mótað af kristnum gildum eins og þessi tilteknu trúarleiðtogar túlka það. Og önnur tákmyndum að hann sé valinn náttúrulega banatilræðið. Já, hann vísar til þess sjálfs og það margir sem taka undir það að hann komst Þessi minn elskaði, ekki sonur, en svona þetta minn elskaði leiðtogi sem ég vel þóknun á. Já, hann skilgreinir þetta sem kraftaverk og það margir sem taka undir það að þarna hafi Guð verndað hann naumlega komst út af þessu hlutverki. Þetta ekki bara eins og ef að við myndum lendi í ykkur og lifa af fyrir ykkur Guðsblessun, það ekki verið að tala um það þannig. Það verið að tala um að Guð hafi vendað hann vegna þess að hann ætlar honum sérstakt hlutverk. Já, eins og ég sagði síðast að þetta þegar ég veifaði þessari bók Trump's Bible, þar birtist það sjónarmið sem ég sé reyndar víða haldið fram meðal kristinna stuðningsmanna Trumps að hann sé eins og Kýrus. Þegar hann fyrst kosin forseti Bandaríkjanna, þá hann 45. forseti Bandaríkjanna og það sé ekki tilviljun vegna þess að þetta samsvari 45. kafla Jesaja sem segir frá Kýrusi, Persakonungi, sem þó að hann aðhylltist ekki trúarbrögð hinna helletu gyðinga, að þá leggur hann blessinu við þá styður hann þá og hann veit þeim heimil til þess að snúa aftur heim til fyrirheitna landsins og endurreisa musterið í Jerúsalem. Þannig að sögulegt hlutverk Trump eiginlega að leiða okkur inn í þúsundararíkið. Já. Og í gegnum þau átök, að þú varst að tala þarna 7 árin, að það í þessu líka þannig að til þess að komast þangað í þúsundararíkið, þá verðum við að fara í gegnum eitthvað svona hálfgerð helvíti, mikil átök. Þetta svona tónn sem að maður heyri til dæmis hjá Steve Bannon sem einn af þessum mönnum. Hann rómversk kaþólskur. Já, þar kemur oft svona þessi ríki tónn að við bara brennit allt því að til þess að eitthvað geti risið hér upp. Já, ég skil Steve Bannon í rauninni þannig að hann sín á kristindóminu mikið til bara fasískur. Og en það skrifar hann formálana þessari bók sem ég fjallaði í fyrsta þættinum með Unhumans sem hefur vægi innan makarhreyfingarna vegna þess hverju stiðja. Sem eru bara djöflana á meðal okkar. Sem að miðað við orðræðu undanfarna dag eru bara vinstri menn og transfólk og hvernig þetta allir sem sinna borgaralegum réttindum og öðru slíku meðal verstu skúrka 20. aldarinnar ásamt Hitler og Stalin og Mao Zedong eru menn eins og Martin Luther King og Nelson Mandela og þessi bók sem J.D. Vance, Donald Trump yngri og Tucker Carlson og Michael T. Flynn mæra og rökstyðja hvers vegna þeir mæra af mennskar
alla sem eru ekki hægri menn að þeirra mati og þá eru þeir einu sem eru mennskir, raunverulega mennskir, það annars vegar þeir sem meðal annars hafa skilgreint sig sem fasista eins og Pinochet, Franco á Spáni og svoleiðis og þeir sem eru með nákvæmlega sömu viðhorf þessir aðilar með sömu stjórnarhætti og bregðast eins við ergo fasistar síðan samþykja svo ég komið að þessu með Steve Bannon að þessu svo áberendi þegar hann að tala að svona þessi vilji á því að bara brenni þetta allt sko sem er svolítið svona því að við erum náttúrulega með menningu sem að hangir saman á þunnum silkiþráðum og má ekki við miklu áður við lendum bara hrynjum ofan í eitthvað skítahaug að óttaleysi hans við að gera það að við verðum eiginlega að eyða öllu sem að til þess eitthvað nýtt getur orðið til að það frekar að hann fasisti frekar heldur en að þessi byggt á einhverjum svona kristnum hugmyndum hann náttúrulega með ákveðna sín á rómversk-kaþólsku kirkjuna og það sú sín sem ræður för hans þarna. Eins og ég sagði sko, þetta svolítið flókið að skoða bakland hjá Trump, en þetta mismunandi viðhorf og þetta gjör ólíkir aðilar sem koma saman. Það ýmsir með svona allra íhaldssamlustu evangelistana sem eru bara skilgreindir sem fundamentalistar sem jafnvel ganga svo langt að neita viðurkenna rómversk-kaþólska sem kristna sko. Samt geta þeir unnið saman vegna þess að þeir eru með þarna ákveðna sameiginlega sýn á hvernig veruleikinn á að vera hvernig fullkomna ríki á að vera í þessum efnum. En þetta millibilsástand, þessi átakatími, er svona hugmyndum það að við séum að sigla kannski inn í hann? Já, sko, þeir sem að bíða eftir burthreinningunni og síðan endurkomi Jesú Krist eftir þrengingatímabili, þeir líta svo að það komi ákveðna hörmungatímabil, það sem antikristur ræður bara ríkjum og afvegaleiðir alla sem einhver gjarnan sagt mikill friðarhöfðingi. Síðan hún steypt á stóli. En við verðum að fá hann, annars fáum við ekki verðlaunin. Þannig við verðum að una því hann komi, þannig við höfum ekki að berjast á móti honum. Sko, það hefur lengi fylgt þeim sem aðhyllast þetta sjónarmið ákveðin svona neikvæðni á samfélagi. Það alltaf að fara norður og niður. Þessir sem aðhyllast þessi viðhorf ekkert endilega að afneita því að það sé einhverja loftslagsbreytingar og svoleiðis. Þeir taka því jafnvel frekar sem bara staðfestingu af því að þeir hafi rétt fyrir sig. Það alltaf að fara norður og niður. Og það bara sýnir það að spádómar Biblíunnar að rætast. Og í þessu túlkunarmódeli sem á rætur að rekja til Darby svo lita vegna lita bandaríska evangelista á seinni hluta 19. aldar og fram eftir aðri 20. öldinni ýmislega hluta vegna þess hversu duglegir Darby sinnan Plymouth-bræður voru að gefa út fræðsluefni þetta sem þeir dreifðu til Bandaríkjanna þegar það var ekki skortur á slíku efni, hversu voru duglegir að senda predikara til hérna ýmsu kirkna án þess að gera kröfu það viðkomandi væru að snúa baki við sínum kirkjum, heldur bara að boða svona sameiginlega grundvöll kristindómsins og segja fylgir þessu pakki með og síðan líka annað sem hafði gríðarlegt vægi það að 1909 minnum að sé, þá gefur þetta fylgismönnum Darbys Schofield nokkur út biblíu sem skilgrein sem referensbiblía, það að segja hún með fjöldanallan af skilgreiningum, athugasendum, svona hjálpatækjum til þess að skilja út á hvað biblían gengur og fullt af kortum og allt miðast þetta út frá trúfræði Darbys. Þannig að evangelistarnir að stórum hluta í Bandaríkjunum fara að nota þessa biblíu og þegar þeir eru ár eftir ár, áratug eftir áratug að lesa biblíuna, þá eru þeir með rækilega innrammaða
heimsmynd Plymouth-bræðra á kirkjusöguna og það lita framsetningu þeirra á þessu. Ég sagði í fyrsta þættinu ég kom til þín að það er mikill munur á evangelistum í Evrópu og Bandaríkjunum hvað það varðar í Evrópu eins og til þess Hérlandi í KFM og öðrum skildum félögum. Þá bara 1000 ára ríki einhvað tákrænt. Það er verið að lesa ritningatextana í samhengi við þann tíma sem þeir eru upprunalega skrifaðir. Bakgrunnur er pietismin en í Bandaríkjunum þá litar þessi túlkun Plymouth-bræðra evangelistana á stórum hluta og þegar bandarískar hreyfingar sem jável spretta nýjar upp á grunni þessara viðhorfa eins og hvítasunnuhreyfingin upp af 20. aldar sem notar Scofield-biblíuna þannig að hvítasunnumenn á stærstum hluta með þessa heimsmynd á kristindóminn að þegar þeir síðan breiðast út allan heim þá fylgir með þessi pakki allur. Þannig að til dæmis kristni trúarhópar sem hafa síðan komið hingað til lands á 20. öldinni eins og til Plymouth-bræður komu hérna aldamótin 1900, hvítasunnumenn 1920 og síðan hérna náðgjafavakningin sem festi rætur hérna 1972 og smá saman greinist í fjölmarga kristna trúarhreyfinga sem eru ýmsu skildir hvítasunumönnum að þá gjarnan þessi heimsmynd þar meðan að þeir sem eru starfandi innan þjóðkirkjunar í vakningakristindóminu eru ekki með þetta. Og það sama að segja önnur lönd í Evrópu, hinn Norðurlöndin, Bretland, Þýskaland, þannig koll og kolli. Þá getur maður velt fyrir sér að þessi tegund einhver getur sagt svona fasisma, sumir af þessum mönnum eru það, sem byggð á heimsmynd kirkju sem að mörguleiti staðbundin í Bandaríkjunum. Man gæti sagt svo að þetta ekki auðvelt að flytja þetta á milli menningarsvæða þar sem að þessi kirkja hefur ekki sömu rætur. En maður gæti líka sagt svo að þetta kannski bylgja fasisma sem að tekur á sig þessa mynd í Bandaríkjunum og að fasismin getur tekið á sig mynd í Evrópu með sama hætti þótt að verði ekki kannski sömu svona kristilegu skírskotaninnar sem að liggja þar að baki. Ég myndi ekki kalla þessa hópa fasíska alla þó að þróunin sitt því miður á mínum að þetta aldrei ekki þá átti. Ég tók bara því þú skildir við Steve Bannon, þannig ég tók það hugtak með. En við getum sagt þetta nýja hægri í Bandaríkjunum sem að birtist með þessum hætti. Er það staðbundið fyrirbrigði í Bandaríkjunum sem er eiginlega ekki hæft til útflutnings af því að þú þarft eiginlega að hafa þessa menningarlegu rætur sem að nokkrar aldir, eða allavega 2 aldir í evangelískri kirkju og því sem hefur gengið á genið í Bandaríkin sem er ekki til að sama skapi í Evrópu. Þetta reynda að skila sér í aðra átti líka það sem til dæmis vakningakristindóminn hefur verið miklum vexti í undanfarna ára í Suður Ameríku og saxast og rómversk-kaþólsku kirkjuna og þar eru bandarísk áhrif alveg veruleg þannig að þessi viðhorf skila sér þangað sömulegst en þessi Brasilíu í Suður Kóreu og í Venezuela eru margir af þeim sem kom hingað sem flóttamenn í Venezuela eru á samkomum í Fíladelfíu. Ég held þetta væri kaþólikara því að maður svo einfaldur. En þá kom í ljós að það var bara tölvörur hópur sem eru mótmælendur. Nákvæmlega, algjörlega. Hitti svo til þess að flækja hans málið að þessar svona trúar áherslur sem við finnum meðal hvítasunnumanna í ýmsum efnum sem er sérkenni þeirra, við getum fundið þessa strauma líka inn á rómversk-kaþólsku kirkjunar. Þannig að það er alveg hægt að rata inn á samkomur hjá rómversk-kaþólsku kirkjunni, ekki síst í Bandaríkjunum, sem minna mörguleiti bara merkilega mikið á samkomum hjá hvítasunnikirkjunni þannig séð flóran er fjölbreytt í þessum En varðandi það sem ég er að segja, þessi hreyfing sem er í Bandaríkjunum, er hún svo mikið byggð á sér bandarískri menningu og kirkjum að það er ekki alveg að sjá hana fyrir sér skjóta rótum í hvað við að segja Austur-Þýskalandi eða
Í Þýskalandi, við getum fundið þessi viðhorf meðal nýrra kristinna trúarhópa þar, en ég held að þetta sé samt sko jaðarfyrirbæri, jaðarstefnum þar algjörlega. Þetta það ekki í Bandaríkjunum, þetta svolítið inngróin inn í bara bandarískar hugmyndir. Já, málið bara að evangelistar eru svo margir í hinum ýmsu trúarhópum, þessi sem eru sko í rauninni mótaðir af nútíma píetisma, ræturnar eru gamli píetismin og hann þróast yfir í þessar vakninga kristindóms stefnur sem suma kirkjurnar eru bara algjörlega mótaðar af eða eru að finna innan annara eins og til dæmis lúterskra eða ýmissa kalvínskra kirkna. En sér bandarískar aðstæður gera það verkum að þegar að evangelistarnir verða ýmislega hluta vegna pólitískt þenkjandi, alveg sérstaklega á 8. áratugnum, eins og ég ræddi þetta áður, að þegar ég kom til þín, að þá verða þá smám saman verða sterkara og sterkara stjórnmálaafl og svo fer að þeir í rauninni ná að yfirtaka republikanaflokkin og eins og ég ætla að segja þess fyrr þegar við vorum að ræða saman sko að samband við bókina Unhumans þegar að aðgreina hverjir eru mennskir og hverjir eru ekki mennskir sko, að þá eru þeir sem liggur beinast við að skilgreina sem fasista, það er hinir raunvölu fulltrúar mennskunar meðan að það þarf að umbera aðra hægri menn, þá eru sem sagt íhaldsmennirnir alveg sérstaklega tilgreindir, þeir eru skilgreindir þarna sem hinir mestu einfeldningar. Jú, þeir eru mennskir, þeir eru með grunnhlutin á hreinu, en vandi með þá að þeir eru svo rosalega heimskir að reyna að fylgja leikreglum lýðræðisins, að vilja starfa með vinstrimönnum, að þeir eru tilbúnir að samsama sig ýmsum grundvallar borgaralegum réttindum og það frætti göttunum og þeir eru afvegaleitir og það þarf að bjarga þeim frá þessu. Nytsamir sæklisíkjar. Já, í rauninni og það sem gerist í rauninni þegar Trump kemst til valda í republikanaflokknum í kosningunum 2016 og áfram að hans mánsamann nær að víkja íhaldsmönnunum til hliðar. Það er ákveðin þáttaskil að mínum mati þegar að Trump tapa fyrir Biden og að mínum viti eins og ég skil þetta reyna að ræna völdum í Bandaríkjunum lok forsetatíð sinnar, að þá stendur íhaldssinnin varaforseti Mike Pence í lappirnar, menn þess að hann fylgir reglunum. Hann neitar að fara eftir því sem Trump segir. Þannig að heimskur nytsamur sæklisíki frá Sjónarhóli. En Trump í krafti fjármagnsins og ekki síst þeirra auðjöfra sem styðja hann í þessari yfirtöku nær að bóla í tíð Bidens meira og minna restinni af þessum gömlu republikana flokksmönnum sem við þekktum frá tímum Nixons, Reagans, Bush-feðga og hann nær að ýta þeim allum til hliðar meira að minna. Það er í krafti þessara svona heimsmyndar sem að það er litið á tilraun Trump til þess að ræna völdum 7. janúar. Það er bara sko hún er bara skylda til þess að gera það. Sko þessi bók gengur öll út á það að það sé heilug skylda kristina manna
gjarnan talað það sem hvíta í því í samhengi. Þrælahald litið mörgulega til jákvæðum augum í þessari bók, það varið. Þrælauppreiðslur eru fordæmdar í bókinni. En það skjóta inn að Trump hefur fundið að því að í Smithsonian-safninu að þá séu verið að gera draga fram allt og dökka mynd af þrælahaldinu? Já, nákvæmlega. Það bara fullkomlega anda þess sem til þess þessi bók gengur út á. En hvað ætlaði að segja? Ég truflaði aftur á því að við nefndum múslima, hvaða stöðu þeir hefðu í þessum heimi. Eru þeir hluti af þeim sem að koma í veg fyrir Guðsríki á jörðu? Já, það er gjarnan afstaða þessara verulega íhaldssömu aðila meðal evangelistana og líka annara kristina aðila að djöfulgera íslam og líta svo á að hann sé handbendi, þessi trúarbrögð sé í rauninni handbendi djöfulsins og takmark múslima sé jafnvel skipulagt að grafa undan kristnum vestrænum samfélögum með hælisleitendum með þjóðfélags kenningin miklu útskipti hvernig sem að orða nákvæmlega og þessu stilt upp sem andstæðum og þessi orðræða rosalega mikið áhyggjuefni og þetta gildir bæðum ýmsa róttæka íhaldssama gyðinga og líka kristna sem sameinast þarna í þessari aðstöðu ekki síst í kringum kenninguna síonismans og kristni síonismin hefur þarna alveg sérstakt vægi meðal þeirra sem aðhyllast þetta premillennial túlkunarmódel þar sem Guð ráðstafar náðsynni með stigvaxandi hætti og endatímarnir eru runnir upp og framundan sem sagt burthrifning og þrengingartímabil og síðan þúsundarríki. Djöfullinn mætir í miklu móð vegna þess að hann veit hann hefur skamman tíma. Já, sko 1948 gerist þau tímamót að Ísraelsríki stofnað og þetta taka margir evangelistar sem aðhyllast þessi viðhorf þeir taka þessu sem staðfestingu á því að Biblían sé sönn, að spádómarnir sé sannir, að við erum á endatímunum, að það allt saman að rætast og allt í hendi Guðs og Guð sé að gera núna það sem eitt grundvallartákn þess að Jesús sé að koma aftur að eins og þau túlka ýmsu texta í Biblíunni, ekki síst Gamla testamentinu en líka í Nýja testamentinu, að Guð sé að kalla saman gyðinga til gamla fyrirheitnarlandsins til þess að undirbúa það fyrir komu Jesú Krist og það verði þá muni gerast það kraftaverk að gyðingar munu upplifa einhverja svaka vakningu sem gerir það verkum að þeir að stórum hluta muni komast til trúar á Jesum Krist. En aðalatriðið þetta að þetta vilji Guðs að Ísraelsríki var stofnað, skiptir ekki máli að þetta sé skilgreint sem veraldlegt ríki og þetta á svo fjölmarga vegu ólíkt því sem við þekkjum úr ritsafni Biblíunnar og líka það að gyðingar alls ekkert á einu málum ágæti Ísraelsríkis en þeir sem aðhyllast þessi viðhorf hafa tilhneigingu til þess að líta svo á að þetta sé vilji Guðs og ef við sitjum okkur upp á móti þessu með einhverjum hætti og þar af leiðandi sitjum okkur upp á móti eða gagnrýnum ísraelsk stjórnvöld varðandi hvað þau eru að gera þá erum við að sitja okkur upp á móti Guði og þarna kemur þetta er mikilvægt atriði til dæmis í tengslu við Trump
en við getum líka að skoða bara heimssöguna út í gegn og tengist því hvernig við lesum Biblíuna. Með hvaða hætti er Biblían helgirit, hvort sem við leggjum bókstaflega merkingu í textana eins og íhaldsamari anginn af evangelistunum gerir, eða hvort að við fókuserum á Jesú Kristu fagnarendi sem kjarna kristindómsins og Biblíunar, og við eigum að lesa allt í Biblíunum með gagnrýnum huga og allt annað líka með gagnrýnum huga út frá þessum forsendum fagnarendi Jesú Krists. En það er ákveðin ritningatexti, það er kannski í rauninni 2 textar sem hafa vægi í þessu sambandi, en það er sérstaklega 1 sem er oft tilgreindur, varðandi afstöðu kristinna manna til valdhafa. Páll postuli segir í 13. kafla Rómverjabréfsins að okkur beri að lúta yfirvöldum, vegna þess að yfirvöldin eru útvalin af Guði, og það að ef við setjum okkur upp á móti yfirvöldunum, þá erum við að setja okkur upp á móti Guði, vegna þess að Guð hefur útvali viðkomandi valdhafa. Það segir til dæmis hérna í lítil sýnishorn og í 1. versinu, hver maður hlýði þeim yfirvöldum sem eru yfir hann sett, síðan aðeins síðar í öðru versi, sá sem veitir yfirvöldum mótstöðu, veitir skipan Guðs mótstöðu, og síðan í 4. versinu þá segir meðal annars, yfirvöldin bera ekki sverð sitt á ófyrirsynju, þau þjóna Guði og er skylt að refsa þeim sem illt fremja. Og hliðstæði texti til þess í öðru Pétursbréfi í öðrum kafla, það sem í 13. og 14. versi segir, verið drottins vegna hlýðin allri mannlegri skipan, bæði keisara, hinum æðsta og landshöfðingjum sem hann sendir. Ýmsir hafa talað þetta sem Akkilesar hæl lúterskrar guðfræði í rauninni, að lúterskan það sem hún hefur ópíum fólksins sem stýður raunverulega valdhafa sem að kúa alþýðumanna. Já, Marx, það er hvernig Marx tólkar hlutina. En lúterskar kirkjur hafa gjarnan verið sem sagt í formi þjóðkirkna eða ríkiskirkna fyrir öldum, það sem allir tilheyra viðkomandi kirkju. Síðan náttúrulega flækist málið þegar lúterskir flytja til eins og Norður Ameríku svoleiðis, þannig að þar myndast síðan lúterskar kirkjur sem eru, og fleiri slíkum löndum sem eru ekki í tengslum við ríkisvaldi. En í Evrópu þá að verulegu leyti þá er þetta þjóðkirkjur, ríkiskirkjur, fyrst ríkiskirkjur umbreytast stundum í sjöndölfum í þjóðkirkjur, en tilhneigingin hjá lúterskum guðfræðingum þrátt fyrir það að meðal þeirra þeir fylgja þeirra hefða að gjarnan, ekki allir samt en gjarnan, að skoða ritningatextana með gagnrýnu sögulegu samhengi, að þeir hafa haft tilhneigingu til þess að styðja valdhafa skilyrðislaust í viðkomandi landi, hér á landi, hinum Norðurlöndunum, í Þýskalandi, og það ekki að blessa ríkisstjórnina í messum. Nákvæmlega, vandinn birtist alveg sérstaklega með tilkomi nasismans og Þriðja ríkisins, vegna þess að þá reynda að klofna evangelistar, það er að segja mótmælendur í afstöðunni til Hitlers, en það eru allmargir lúterskir prestar sem líta á það sem skyldu sína að styðja Hitler, vegna þess að hann er með lýðræðislegum hætti orðin valdhafi landsins, og bara ef við fylgjum Páli postula þá eigi að gera þetta. Hitti síðan gagnrýnendurnir benda hins vegar á að Páll postuli skrifar þetta inn í ákveðið félagssögulegt samhengi. Hann er rómverskur ríkisborgari. Þarna er ekki teljandi ofsóknir gegn kristnum á þessum tímapunkti þegar hann skrifar þetta. Hann hefur mjög jákvæða
afstöðu til rómverskra yfirvalda. Hann nýtur góðs af rómverskum yfirvöldum. Hann hefur heilmikil réttindi sem rómverskur ríkisborgari og kemst upp með til dæmis að gera miklu meira en margir aðrir. Dyrnar eru víða opnar fyrir hann varðandi það að breiða út kristindóminn og svo undir þessum kringumstæðum hann að skrifa þetta, en þegar við skoðum opinberun Jóhannesar, þá allt önnur sýn á hlutina. Þá ríkisvaldið illt. Það dýrið, það djöfulegt og Kristur birtist þar sem í rauninni herkonungurinn sem leggur frelsar hérna ofsóttu kristnu og leggur hið illa að vígi. Þannig að þetta skiptir miklu máli þarna. En það annað sem langaði líka... En það varðandi þetta með Pál Postula og að kristnir eigi að virða stjórnvöld. Það á ekki við þessa menn í kringum Trump, því að þeir eru náttúrulega vilja almenningur virði Trump, en ekki almenningur, en Guð valdi líka Biden, sagði Páli Postula. Hann valdi Obama. Þetta kemur inn á mjög athyglisvert vandamál, sko. Þeir virðast ýmsir hverjir sem ég hef fylgst með, líta á Biden sem fulltrúa hins illa og Trump talar á þeim nótum, þeir sem eru kringum hans talar á þeim nótum. Þannig að þeir styðja Trump vegna þess að þeir eru sannfærð það að Trump sé hins sanni smurði Kýrus 21. aldarinnar sem Guð hafi útvalið til þess að bjarga kristindómin og bjarga siðrænu samfélagi í Bandaríkjunum og þeir líta svo á að Biden sé þjófur, hann valdaræningi. Hann rændi völdum frá Trump. Þeir sem ganga lengst stilla því þannig upp og Trump gengur inn í alla þessa orðræðu og jafnvel leiðir hana að einhverju leyti. En til dæmis Rómverjabréfið 13. kapli, þetta einn af þeim textum sem telt fram þegar maður ræðir við kristna stuðningsmenns Trumps og það sumir ganga svo langt jafnvel í þessu sambandi, það sem ég lesið og séð í bókum og í netheimum að segja að hver sá sem gagnrýnir Trump setur sig upp á móti því sem hann að gera. Hann að setja sig upp á móti vilja Guðs. Þannig að kristindóminn þarna í þessari birtingamynd verður guðræðislegur sem þýðir mannræðislegur í rauninni og í rauninni fasískum forsendum. Það að segja, hann má spyrja, stefnir hann í það átt eða er hann og stjórnarhætti Trumps þegar farnir að taka á sig mynd fasisma. En það annað sem langað... En það var aldrei þetta. Kirkjan hefur aldrei átt inn í sérstöku vandræði með fasisma. Hún naut þess ágætlega á Spáni með fallagærstum og... Þetta einföldun. Rómversk-kaþólska kirkjan gríðarlega fjölbreytt, yfir milljarð manns í henni og gríðarlega fjöldi hennar. En það með fasist á Spáni komast til valda ultra íhalsamir rómversk kaþólskir og þar myndast líka verða öflug ultra íhalsum rómversk kaþólsk leikmanna félög sem styðja rómversk kaþólsku kirkjuna og það tekist á þessa hlut til víðsvegar í hinum ýmsum rómversku kaþólsku löndum
prestum, rómversk-kaþólskir prestar sem setja sig upp á móti þessari stefnu geta átt undir högg að sækja. Það oft bara einstaklingar á meðan að kannski svona kirkjan í heild stiður og það var sama við í Suður Ameríku þótt að við dæmi klerka sem að voru í andstöðu stjórnvöld að þá var kirkjan oft í ágætis samskiptum við herforingjastjórnir og aðra fasista. Já, forysta Vatíkansins, já, og vissir áhrifar aðilar innan rómversku kaþólsku kirkjunar annarkvæmt studdu eða umbáruða meðan að það var gríðarleg fjöldi presta og munka og nunna og leikmanna innan rómversku kaþólsku kirkjunar sem aðhylltust þar frjálslyndu guðfræðina sem var mjög félagslega sinnuð og var af ýmsu jafnvel skilgreind sem marxísk. Þannig að þessi strauma voru þar. Jósef Ratzinger sem síðan var Benedikt 16. Hann var þarna í tíð Jóhannes Páls Páfa annars stjórnandi rómverska rannsóknarréttarins, arftaka hans og beitti sig mjög gegn þessum allra vinstri sinnuðustu kennimönnum rómversk-kaþólsku kirkjunnar í rómversku Ameríku víðar sannarlega, en straumarnir það var ekki gengið milli bols og höfuðs á þeim þetta var allt saman þarna til staðar. Við getum líka nefnt að þegar nasistar komast til valda þá lendar upp á kant við páfan í Róm ýmislega hluta vegna, meðal annars þegar þeir nasistar fara að gera tilraunir með líknardráp skömmu fyrir byrjun síðari heimsstyrjaldarinnar en þegar Píus Páfi XII tekur við það leyti sem styrjöldin brýst út, þá var hann að mörguleyti Þýskalands hollur og hann hefur verið gagnrýndur harðlega fyrir það að ganga ekki nógu langt gegn nasismanum eins og fyrirrennarinn hafði gert. Og á valdatíð hans sem páfi þá voru últra íhaldsamir rómversk-kaþólskir prestar sem beittu sig fyrir því að hjálpa ýmsum nasistum og flótta til þess að komast yfir til Suður Ameríku. En næstu þegar Píus Páfi XII deyr og Jóhannes 23. tekur við, þá verður gjörð breyting í þessum efnum. Þess að Jóhannes 23. þegar hann var kardináli á árum Þriðja ríkisins, að þá var hann eindreginn andstæðingur nasista og beitti sig mjög í þágu gyðinga og bjargaði fjölmörgum gyðingum undan helförinni. Þannig að við sjáum að þessi pólar eru þarna til staðar. Það er alveg með að fara aftur til Bandaríkjanna því að þessi hreyfing á sömuleyti rætur að rekja í evangelískri kirkju í Bandaríkjunum. Sérðu andstöðu við þessa stjórn Trump og makarhreyfinguna innan bandarískra kirkna? Já, algjörlega. Bæði innan hefðbundnu kristna kirkna sem ekkert endilega skilgreina sig sem vakningakristindómssinnaða evangelista, en einnig meðal evangelista. Rannsóknir hafa reynda sýnt að stuðningurinn við Trump, þó hann hafi verið gagnrýndur harðlega í blábyrjun fyrir siðleysi af mörgum evangelistum þegar hann að beita sig fyrir útnefningu sem frambjóðandi republikanaflokksins í kosningunum 2016, að þá eru áhrifaaðilar meðal evangelista ýmislega hluta vegna sem ákveða að styðja Trump og beita sig mjög fyrir því með skipulögðum aðferðum og hætti að smala saman sem flestum evangelistum til stuðnings Trump á þessari skýringar. En sem sagt það er allavega hvítir evangelistar, yfir 80% þeirra, eða svona 80% þeirra virðast hafa stutt Trump. Það er líka fjölmargir blökkumenn meðal evangelista sem sömuleiðis styðja Trump og
það sem sagt 20% sem virðist vera algjörlega upp á móti Trump og þeir sem þar erum að ræða. Það sérstaklega ýmsir aðilar sem höfðu starfað með Billy Graham áður, eru svona klassískir Jesú-miðlægir vakningakristindómsinnar og yngra fólk margt meðal evangelista, því að þó að evangelistar hafi haft tilhneigingu að vera töluvert íhalsamir í siðferðisefnum varðandi skilning á hjónabandinu, einskorða allt kynferðislegt bara innan viðurkenns hjónabands og þar fram til göttunum, að þá hafa skoðanakannanir sýnt að eftir því sem evangelistarnir eru yngri þá eiga tilhneigingu til að verða frjálslyndari. Það er að segja meðan að það mjög takmarkað skilningur á málefnum samkynhneigðra meðal eldri evangelista, að þá hann tölvöld útbreiddur meðal yngri evangelista og gagnrýnin á Trump virðist vera meiri meðal yngri evangelista þarna. Þannig að ef þú fer til þess að YouTube og leitar uppi evangelista sem að tjá sig presta eða safnaðarhirði eins og oft kallað, pastora sem eru að fyrir eftir hvaða trúarhópar að ræða, hvernig þessi hlutverk embættir eru skilgreind, en þá engin skortur á hinum ýmsu evangelistum sem að fordæma Trump og færa ítarleg rök fyrir því að þeir líti svo á að þetta sé óheilbrigð mynd af kristindóminum sem Trump standi fyrir og færa fyrir því ýmis rökbiblíur og telja að áherslurnar hjá honum séu jafnvel siðlausar og andkristnar og horfa meðal annars til þess að það sé hlutverk kristinna manna að láta minnumáttar sig varða, að hjálpa fátækum, að hjálpa hælisleitendum og svo framvegis. Meðan að slíkt verður allt meira og meira forboðið kringum Trump og skilgreint sem jafnvel djöfulegt vók. Hörðu, Bjarni Randver, takk fyrir að koma hingað og ræða við Kristína í Bandaríkjunum og í makarhefingunni og í kringum ríkisstjórn Trump. Kærar þakkir. Takk sömuleiðis. Við ætlum alltaf hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og kannski okkur sjálf líka. Næsti kafli eftir augnablik. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.